Ég ætla að fara hérna í verkefni 3A með hita og rakanema með Arduino og það sem við gerum hérna það er að setja upp svona rás með hita og rakanema, tengjum þetta við Arduino og byrjum að ná í fritzing og setja það upp. Ég er búinn að setja einhvers staðar hérna hjá ykkur undir efni að hér er forritið sem sagt fritzing 64 bita. Þetta er þjöppuð skrá sem það þarf að afþjappa með WinRAR og þess að WinRAR forritið er þá hérna fyrir neðan. Þið sleppið því að reyna að sleppið því að borga fyrir það, þið bara lokið, opnið aftur og reyna að koma í. Það á ekki að þurfa að borga fyrir þetta. Ef maður notar bara einu sinni þá notar maður bara trial útgáfu. Það er ekkert að því. Og síðan er sem sagt, Arduino forritið er þá líka sem við hérna setjum kóðan inn í og þá náum við í það. Það er reyndar ekki hérna inni en skoðum það bara eftir. En sem sagt að verkefnið er náttúrulega líka hérna, þessi 3 verkefni sem að er eftir í þessu, sem sagt 3A, það er hita og rakanemi með DHT11 og svo eftir þá fer ég í stöðunema og birtunema, þess að 3B og 3C. Þannig þið hlaðið niður þessum 3 verkefnum til að klára og senda inn og við vinnum þetta náttúrulega aðalega í fritzing. Og þá við skoða aðeins hérna fyrst myndina og það er á þessari mynd þá er ekki rétt stærð af mótstöðu hérna. Þetta virðist vera 220 ohma mótstaða hérna. En samkvæmt forritinu þá á að tengja 10 kΩ mótstöðu milli plus og pinna 2 hérna á skynjaranum og pinni 2 það er líka tengt hérna inn á Arduino. Og þá þyrftum við að nota viðnám sem að er merkt með þess að það er 10K er þá brúnn, svartur og appelsínugulur. Og þá skulum við opna fritzing, þá hérna, þetta er, við förum hérna í nýtt skjal, þá fáum við þessa tilraunaplötu hérna og við náum í Arduino, þá smellum við hérna á þetta tákn hérna, náum í Arduino Uno og já, það er kannski hægt að setja eitthvað minna tilraunabretti við hliðina á þessu. Ég get líka fært þetta bara til þessu hérna sem að koma óvart inn. Og við getum haft þetta líka hérna við hliðina. Og þá er hérna, þetta er þá sett inn á þessi 3. Það er spurning hvort þetta er ekki til einhvers staðar hérna minna bretti. Minna tilraunabretti, það er spurning. Ég var ekki búinn að gá að því. En ætti að koma hérna. Spurning hvort það er þetta hér. Hvernig lítur þetta út? Já, þetta er alltaf stórt. Sjá hvað er þetta hérna. Er þetta minna? Nei. Þetta er ekki minna. En þetta hérna virðist vera bara stórt breadboard. En þegar ég geti líka þá sett þetta á minna bretti. En ég ætla bara að nota þetta og síðan þarf ég að finna skynjarann sem er kallaður hérna DHT11
og ég ætla að athuga hvort ég fæ hann ekki hérna með því að leita. Skrifa hérna DHT11 og sjá hvað gerist þá. Og það virðist ekki vera neitt árangur. Ef ég segi hérna DHT bara, þá reyni ég að finna þetta hérna í core parts hérna, og hér eitthvað sem að, humidity and temperature, hann heitir bara eitthvað annað, þannig að ég nægi þennan hérna og mér sýnist þetta vera, svipað eins og hérna, nema þessi hérna blár. Og reyndar þessi blár hérna, en stendur á DHT11 og en svo sjá hvort við náum ekki að tengja hann samt sem áður, að stækka þetta aðeins upp. Þetta virðist vera heldur smátt hérna til að sjá þetta almennilega. Svona. Og líklega get ég haft verkefni hérna hægra megin, svo við höfum fyrirmyndin aðeins hérna að þessu og tengjum þetta hérna megin. Þá ættum við að ná í að tengja þetta. Þá vantar okkur í rauninni bara viðnámið og það hérna efst uppi. Þá fæ ég það hérna fram. Ég ætla að snúa þessu aðeins og hér erum við með möguleika að breyta stærðinni yfir í 10K hérna. Þá höfum við þetta 10K og þá staðsetjum við það hérna við pinna 2 hérna yfir og svo fáum við plúsinn. Tengjum hérna plúsinn á Arduino-borðinu og ég ætla að breyta litnum í rauðan og aðeins að fá hérna línurnar í þetta. Svona. Ég þarf að hafa pláss hérna fyrir aðra tengingu hérna rauða yfir að viðnáminu. Viðnámið þarf að tengjast plús líka. Og síðan þriðji ótengdur en síðasti tengdur í mínus, eða jörðina, ground. Þá fer ég með hann hingað og breyti þessu í svartan. Það color, black og þá fer ég með þetta þessa leið hérna og tengi inn á jörðina hérna. Nú þá rásin nokkurn veginn komin nema mig vantar sem sagt tengingu með þessum gula yfir í pinna 2. Þá fer ég hérna á milli og ég ætla að breyta þessu í jafnvel gulan lit. Þetta þetta og færa hann hérna skikki ekki á aðra tengingar hérna, svona.
Svo þá erum við komin með plus hérna inn á pinna 1, inn á pinna 2, þá erum við með viðnámið hérna yfir í plus og pinni 2 tengist hérna inn á. Þetta upplýsingarnar sem við fáum inn með fyrir raka og hita og svo mínusinn tengdur hérna lengst til hægri á pinna 4 og svo fer hann í jörðina. Þannig þetta tengt upp og þá bara að sjá hvort við getum útbúið svona tengimynd fyrir þetta. Við smellum hérna schematic og þá bara að reyna að lagfæra þetta. Sjá, hérna svona þveraði þetta, við getum fært viðnámið hérna upp og býtum við já, það sjálfsagt hægt þá að fara í flip vertical og þá verður þetta ganga svona og digital signal, já. Við getum fært líka viðnámið, við getum fært viðnámið svona þá erum við komin með tenginguna þess að með færaverkinguna hérna þá þetta komið. Þessi hann heitir eitthvað annað RH1003 það þurfti eiginlega að þá ná í fleiri íhluti hérna inn svo að maður næði akkurat í réttu tegundina en við látum þetta duga og þá myndum við bara taka snipping tool, taka mynd af þessu með því móti og setja inn í skýrsluna. Svona. Og þá er skýrslan hérna. Og við setja, það segir hérna, setja skematísku myndin á freezing hérna fyrir neðan. Þá setjum við það hér. Þá er komin hérna inn. Lítur þetta út svona. Og þar eftir þá opnum við Arduino og ætla að setja hérna hjá ykkur linkinn fyrir Arduino. Það við með hérna ég ætla að ná í úr hérna öðrum áfanga. Já, það var fyrir Arduino fyrir PC, skulum sjá, ég ætla að fara í þetta hér, kópí link hérna og fara undir áfangan og í forrit hérna bæta þessu við. Og setja hérna þetta Arduino fyrir PC sem sagt og þá vista þetta þá kemur þetta hérna Arduino fyrir PC og kannski færi það hérna efst upp og þá eru öll þessi forrit sem við þurfum að halda á þessum stað. Ef ég smelli á þetta þá fæ ég hérna möguleika á að hlaða þessu niður og þarna á í raun ekki að lenda í því að þeir eru að reyna að láta mann borga fyrir það sko. Þannig að hér er hægt að fá þetta free download. Arduino IDE free download. Og þegar þið eru búin að setja forritinn á vélina að þá getið þið opnað það
þá bara opna það og eyða því sem að ef maður fer hérna í nýtt hérna þá kemur alltaf svona bare minimum þar sem að maður þarf að eyða því í burtu fyrst og þá tækið við kóðan hérna úr verkefninu. Hann byrjar bara hérna sem sagt að fyrst bara texti sko sem að en svo kemur kóðinn og þá endar hann hérna undir þessu hér, taka líka með síðasta slaufisugan, mjög mikilvægt, svo sem ég bara kópía þetta hérna og inn í skets hérna og vista það hér niður, þá á kóðin að koma hérna eðlilega inn og þá hægt að það sem þið gerir þá að fara í verify hérna og þá kemur þetta inn á einhverja möppu, það byrjar til ákveðna möppu með forritun í og þá smellum við maður bara á save hér og þið kannið að hvort þið hafið tekið hann eðlilega inn, þannig að þetta á að fara í compile og ef það kemur engin millimelding hérna þá er í lagi með kóðan og það væri hægt fyrir ykkur ef við værum með búnað og ef við værum hérna í skólanum þá gætum við sett þetta inn á hlaðið sem niður á Arduino borð og prófa þetta og eins og ég var með hérna tengt við að þá er þetta sem sagt Arduino Uno og það er búið að tengja sem sagt hér rakanemann og hitanemann og hérna var viðnámið tengt við og vírarnir inn á pinna 2 hérna, þessi guli og frá pinna 2 hér og lengst til hægri hérna fjarkinn hann fer í jörðina, í ground og plúsinn, hérna plús 5 volt fer inn á lengst til vinstri með pinni 1 þarna og þannig var þetta tengt upp. Nú þegar ef að þið færuð í það að setja þetta inn að þá þarf að ná í svona skynjara forrit eða upplýsingar sem er kallað sensor library til þess að Arduino ná í samband við skynjaran og þá þarf maður að fara í sem sagt sketch include library og manage libraries. Þá þarf maður að fara hérna inn í þetta, þá þarf maður í sketch, include library, það er hérna neðst og manage libraries. Fara þar inn og þá kemur þetta hérna, eins og við sjáum myndina af hérna fyrir neðan. Og þá þurfum við að leita að og finna sem sagt þetta hér, DHT sensor library og ná því inn og þetta segir hérna núna installed vegna þess að ég er búinn að setja þetta inn og síðan þess að þetta ná í fleiri svona library og þannig að hérna sjáum við samkvæmt þessum texta að við þurfum að ná í og smella á install takkan til þess að fá þetta inn svo að hérna Arduino geti haft allar upplýsingar skynjaran til þess að nota hann. Svo þetta þurfum við að gera sem sagt áður við förum að senda forritið niður og reyna að láta þetta virka allt saman. Nú þetta er sem sagt í verkefninu þá eru heimildirnar sýndar hér og við hérna sjáum alla þessar leiðbeiningar þar og ég prófaði að setja þetta í gang og þarna við erum komin með að því að sem sagt hlaða þessu niður, tengja Arduino borðið og hlaða þessu niður og rétt áður við gerum það þá ætlum við að skoða aðeins kóðan og sjá sem sagt, hvað við getum lesið örlítið út úr honum. Það er sem sagt þessar spurningar hér. Hvernig skynjara inngangurinn skilgreindur?
það er sem sagt þess að skilgreint hérna á DHT pin 2 hérna, þess digital pin connected til DHT sensors, og það er hérna uppi, þetta er undir þessu hér, að þessi digital pin er skilgreindur svona. Og svo er önnur spurning hérna, hvað er inngangur, hvaða númer er notaði fyrir skynjaran. Það er sem sagt þessi pinni 2 hérna, þessi pinni sem kemur hérna fram. Og hvaða nafn fær hann, sem sagt það er DHT pin. Og hvernig er seinkun milli mælinga aukin í 8 sekundur? Hún var sem sagt 5 sekundur. Sem sagt það er þessi skipun hérna delay 5000 og það er þessi skipun hérna. Það er beðið aðeins á milli mælinga og þá er sett inn delay hérna. Hérna er auðvitað 5 sekundur og þá myndum breyta þessu úr 5000 í 8000. Og þá myndum við hafa 8 sekúnda töf á milli, þannig að það kom ekki alveg eins ört skráðar mælingar þar. Síðan er hvaða skilaboð koma ef að ekki tekst að lesa af skynjaranum. Þá er þetta sem sagt fail to read from DHT sensor og það er hérna í kóðanum hér. Check if any reads failed and exit early to try again. Og þá er það þessi hérna skipun að þá kemur þessi texti ef hann næst ekki að lesa af skynjaranum. Nú þetta er þá komið og þá ætla ég að prófa að tengja hérna sjá ég veit ekki hvað er í gangi hérna. Ég ætla að fara hérna yfir á ég ætla bara þá að loka hérna fritzing. Ég ætla að fara í file hérna save og vista það sem ég var að gera hérna og segi bara hérna, þetta er sem sagt til 3A hita og raka og save og svo ætla ég bara að loka þessu hérna og það er eitthvað sem er opið þá já, það var þetta hérna já ok, þá var það þetta hér save as þá er hérna 3A hita raka, ég ætla að vista það hérna ofinni save, já svona og þá er þetta komið og þá er hérna já, ég ætla að loka þessu hér og þetta sem var málið og ég hérna hér er rásinn og heitir hérna hita og rakanemi og ég er að prófa þetta og ég ætla að setja í samband Arduino borðið þá heyrum við sjálfsagt í tölvunni eitthvað staðfestingu að það sé komið í samband og þá þarf ég að skoða sem sagt hvar þetta er tengt ég hérna þarf að athuga hér segir að þessi COM4 og ég þarf að breyta þessu í Arduino Uno því að ég var áður bara með Nano borð í þessu og nú þarf ég að breyta þessu í rétta tegund í Arduino Uno og þá ætla ég að prófa að senda þetta niður og sjá hvernig það gengur hvort að það heppnast og þá hérna er þetta ekkert alveg að gera þá ég ætla að fara hérna í Arduino og í Uno og þá ætla ég að aðtuga hvort að ég að hérna ná í upplýsingar borðið og ég ætla að getur verið að sé gamall bootloader eða eitthvað COM4 ég held að þetta var alltaf COM3 síðast og að taka úr sambandi og setja í annað hvað gerist þá
kemur hérna borð 4 samt sem áður. Það gæti hafa verið annað. Og þetta verðist koma hérna eðlilega, verðist vera komið í samband. Ég ætla að prófa að senda þetta þá núna. Og núna verðist þetta vera komið í samband. Og þá ætla ég að fara hérna í Tools og fara í Serial Monitor, sjá hvort eitthvað gerist, hvort ég fæ einhverjar upplýsingar. Hérna verðist vera að ég sé að fá inn hitastigsmælingu, sem er 24 gráður. Og ef ég blæs eitthvað á þetta þá ætti þessi mæling að breytast. Og sjáum, þetta hefur hækkað hérna. Þessi rakastigið hefur hækkað. Og hérna hefur þetta, þá er að lagast aftur tilbaka hérna. Það er minnkað hitastigið og svo er þetta að minnka rakastigið líka. Sem að ég hef andað á þetta, þá er þetta aukist sem sagt rakinn líka. Svo að þá breytist þetta hér. Og ef að þið væri með svona búnað þá gætu þið tekið þessa mynd og sett inn. En annars notum við bara það sem að er hérna, höfum þetta bara áfram hérna inni og inni í skjalinu. Og síðan til þess að skrá líka, það er hægt að prófa serial plotter ef maður væri með þetta í sambandi. Þá loka þessu hér og fer í plotter, serial plotter hérna, að þá kæmi hérna inn mælingar. Við sjáum hérna hitastigið sem sagt 24 gráður og kemur hérna lína inn sem að byrjar hérna til vinstri. Og þá þarf maður aðeins að hérna leyfa þess að ganga til þess að fá mælingarnar. Við sjáum að þetta er strax hérna að breyta sér, sem sagt rakinn, hérna bláa línan er strax að breyta sér þegar ég blés á hann. Og við sjáum að hitastigið líka hefur breyst hérna. Svo að þetta kæmi þá svipað út eins og ég var með hérna í skýrslunni, verkefninu. Þannig að þá held ég að ég sé búinn að fara í gegnum það helsta sem að hægt er að gera í bili í þessu verkefni. Og það er bara sendið þá þessi svör inn og ef þið náið að útbúa þessa mynd í Fritzing og kannski nýja mynd af þessu hérna líka frá ykkar og hérna getum við þá líka svara þessu hér að stærðin af þessari mótstöð er þá 220 ohm. Svo getum við svara þessu og til þess að hafa 10 kΩ mótstöðu þá þurfum við að hafa
brún, svart og appelsínugult, órans. Síðan náttúrulega bara gildur, það náttúrulega sem sagt, það frávikið hérna, en þetta að vera stærðin 10 kíló til að fáum rétta virkni í nemann. Þá segi ég þessari upptöku lokið og gangi ykkur vel að leysa 3A og skila því inn.